Komið sæl og velkomin í norðan. Við erum að rölta hérna niður á Eyri á Akureyri og það er hérna tökulið að sunnan að taka upp jólaauglýsingu fyrir Icelandair. Það þýðir náttúrulega ekki að vera fyrir sunnan í svoleiðisvesinni, það þarf að koma norður í snjóinn. Gísli, markaðsstjóri hjá Icelandair, velkomin. Já, sælur. Hvernig kunnið við ykkur hérna fyrir norðan? Það er ekki hægt að biðja um betra veður allavega, þannig hérna, við bara kunnum mjög vel við okkur. Við erum búin að vera hérna í 3 daga í tökum og þetta er eitthvað sem við erum búin að vera undirbúa í 12 mánuði núna. Ætlum að taka þetta í vor þegar allt var á kafi en við náðum því ekki í því miður. Er ekki svolítið síðan að þið komið með svona þessa jólaauglýsingu sem allir biðu alltaf eftir? Jú, það er komið töluvert langt síðan. Það er hérna, alltaf sé ekki komin átt í 5, 6, 7 árs bara. Ég er nú ekki alveg með það hreinu en þetta er langþráð. Og hvernig, þetta er nú alltaf svona einhver lítil falleg saga yfirleitt hjá okkur. Er það eitthvað svoleiðis í gangi núna? Já, þetta er svolítið skemmtileg saga því að hugmyndin kviknaði í kringum atburð sem gerðist 2010 að þá var okkar vél í Amsterdam og það hafði snjóað pínlítið daginn og nóttina og það komust engar vélar í loftið því að það var svona snjór á jörðinni og þar var flugmaður hjá okkur sem var nú ekki alveg tilbúin að kaupa þetta, fór úr vélinni og bað um skóflu og mokaði vélinn út og var eina vélinn sem fór í loftið hérna þann daginn. Þetta gerir náttúrulega enginn nema Íslendingur. Nei, allan ekki heyrt fleiri svona sögur allan. Og býtu nú við, nú sé ég hér ungan dreng að moka snjó. Hvernig tengist það? Við erum alltaf búið til bíó þannig að þetta er ekki kannski ekki 100% staðreyndir en okkur langaði að búið til sögu um þessa baksögu hjá þessum flugmanni þá og við erum að segja sögu af dreng sem, þetta gerist á jóladag og hún langar að fara á skauta en nóttina hefur snjóað mjög mikið þannig að hann er í smá brasi yfir daginn, við getum orðað það þannig. Mér langar kannski að segja alveg allt en fólk verður bara að sjá þetta í desember. Já, við hlökkum til þess. Ég tek eftir því að þó að við séum nú alveg með þokkalega snjó hérna núna, þá eru þið nú samt eiginlega eins og þið séu búin að redda ykkur aðeins meira. Hvernig gerðu þið það? Þetta er nú eitthvað efni sem ég þekki ekki alveg nákvæmlega en þetta er svona eitthvað lífrænt efni sem við sprautum og við erum við okkar færistu menn í að búa til gervisnjó. Það er best náttúrulega að hafa alvöru en þú getur ekki kannski alveg pantað það. Nei, en af hverju eru þið hérna á Akureyri? Okkur fannst það bara viðeigandi. Þetta er náttúrulega, Akureyringar vilja náttúrulega meina að þetta sé vagga flugsins og við getum alveg kannski tekið undir það við þessu leyti og þetta er líka bara mjög spennandi. Þetta er auglýsing sem verður náttúrulega bæði sýnd á Íslandi og út um allan heim og náttúrulega nú er Akureyri komið í leiðakerfi Icelandair þannig að það er bara mjög fínt að koma hérna og lyfta bænum aðeins upp. Já, það mun sem sagt alveg sjást að þetta sé á Akureyri. Alveg klárlega við munum sjá það að þetta sé á Akureyri og við munum líka tala um það þannig að þetta er bara okkar svona framlag allan til þess að styrkja Norðurlandi í sinni ferðamennsku. Og það er náttúrulega ennþá þannig séð COVID. Hafið þið tíma í svona pælingar þegar það er allt í gangi? Svona sem betur fyrir nú kannski á leiðin út úr því og ég held að svona flestir í okkar bransa bæði hér heima og erlendis séu nú svona að horfa á það að það sé að það muni reddast svona svipað eins og vélin í Amsterdam.